100 manns kröfðust þess við Alþingi í dag að ríkisstjórnin segði af sér. Lillý Valgerður fylgdist með. Annan miðvikudaginn í röð hefur verið mynduð skjaldborg í kringum Alþingishúsið. Þetta gert til þess að krefjast þess að ríkisstjórnin víki. Samtökin Nýir tímar stóðu fyrir mótmælunum og fóru þau friðsamlega fram. Ég bara mótmæla þessu sukki. Það komið tími til að gera eitthvað. Það gengur ekki svona lagað lengur. Það þessi menn sé að sukka svona eins og það er gert og verið með skít bara og skítkast eða fólk að tala við á. Hvað ertu að tala um? Ég að tala um forsætisráðherra. Tilgangur þessarar aðgerðar að standa vörð þingið og ég held að það sé nú mikil þörf á því á þessum tímum þar sem þingið hefur ekki verið haft með í ráðum og þess vegna ákvað ég að standa hér í dag. Tilgangurinn líka að hvetja til kosninga og ég held að það sé líka grundvallaratriði að til þeirra verði boðað. Ég vil að ríkisstjórnin fari frá strax og við fáum hérna óháða aðila til þess að stýra landinu þar til að við getum fengið að kjósa. Björn Bjarnason dómsmálaráðherra mætti í Alþingishúsið á meðan á mótmælunum stóð og fékk hann óblíðar móttökur. Nú nær þessi skjaldborg ekki allan hringinn í kringum Alþingishúsið. Segir það ekki mikið að ekki fleiri mæti til að mótmæla? Ég spyr á móti, er það ekki táknrænt að við skulum ekki ná hringinn til að standa vörðum lýðræðið á Íslandi? Sýnir það ekki bara hvernig staðan er á Íslandi í dag? Sorglegt. Hópur fólks tók höndum saman utan Alþingishúsið í hádeginu í dag eins og fyrir viku. Fólki krefst þess að ráðamenn sæti ábyrgð á efnahagshruninu og að boðað verði til kosninga í vor. Það eru samtökin Nýir tímar sem standa fyrir aðgerðunum en þau berast fyrir því að ríkisstjórnin víki og tímabundin þjóðstjórn verði skipuð þar til hægt verði að kjósa í vor. Og staðsetningin er engin tilviljun. Þetta er þetta hús. Lýðræði, persónukjör þingmanna. Það eru margar þjóðir sem hafa tekið þetta upp, ýmist með einmenniskjördæmum, blönduðum kjördæmum eða það að kjósandinn krossar sjálfur við nafnið í kjörklefanum eða raðarði. Það viljum við viljum slíkt lýðræði og við viljum afnema ranglátt kosningalög sem meina stórum hópum fólks, 6.000 manns, að fá fulltrúa á þessu þingi hér. Þórarinn Einarsson vill að ráðamenn segja af sér. Af hverju viltu þið segja af sér? Þeir náttúrulega að bera ábyrgð og þeir þurfa að setja sig við það og taka afleiðingum að gera þetta sínum. Áslaug Thorlacius segist vilja fá meiri upplýsingar það sem er að gerast eins og Icesave samningin. Hefur þetta ástand haft mikil áhrif á þína hagi og þinna nánustu? Nei, ekki fjárhagslega ennþá, en þú veist, maður svo sem bara á allt eins vonaði, en það er auðvitað ekki komið í það ennþá. Jú, svo sé kannski, svo er ég náttúrulega bara, ég er opinber starfsmaður að hluta. Það er sennilega best að núna vera kennari á lágum launum.